Það var einu sinni strákur sem hlakkaði mikið til jólana. Hann var reyndar nýbúinn að eiga afmæli og hann hafði orðið fyrir svolítið vonbrigðum vegna þess að hann langaði rosalega í hjól í afmælisgjöf. Hann fékk ekki hjól í afmælisgjöf. En jólin voru á næsta leiti þannig að það var nú ekki öll von úti enn. En hann ákvað samt að hann vildi hafa vaðið fyrir neðan sig og hann ætlaði að hafa Guð með sér í liði. Þannig að hann fór niður í stofu og tók Maríustyttuna sem að mamma hans átti upp á hillu, lítil falleg stytta af Maríu mey, pakkaði henni vel inn í viskastykki og stakk henni hún í sokkaskúffuna sína og geymdi hana þar, faldi hana þar. Og svo bað hann til Jesú. Kæri Jesús, ef þú vilt einhvern tíma sjá mömmu þína aftur, þá vil ég fá hjól í jólagjöf. Hann var aðeins að misskilja þetta, sagði. Það er nefnilega þannig að við höfum öll ákveðna væntingar til jólana. Og við höfum miklar væntingar til jólana. Alveg sem þessi litli strákur. Og kannski erum við svolítið eins og hann að því leyti að við reynum að gera allt sem við getum til þess að það verði nú ekkert svona óvænt eða eitthvað sem kemur okkur á óvart, að allt verði nú eins og við viljum hafa það á jólunum. Því það skiptir okkur miklu máli. Fyrir sum okkar er mjög mikilvægt að alltaf sé allt eins, sami jólamaturinn, sömu jólahefðirnar og við þolum kannski litlar breytingar, viljum hafa allt bara svona eins og við erum vön. Sumir er alltaf að prófa nýtt og finnst það spennandi. En við höfum flest okkar, ef ekki öll, þær væntingar að jólin færi okkur gleði og frið. Við vitum alveg samt að það er kannski ekki alltaf alveg þannig. Sumir upplifa líka mikinn kvíða fyrir jólunum. Kvíða fyrir því að eiga kannski ekki fyrir jólagjöfum eða fyrir jólamatnum, geta ekki haldið jólin eins og þau myndu kannski helst vilja. Kvíða fyrir að upplifa sárar og erfiðar tilfinningar því að fyrir suma þá eru jólin uppspretta erfiðra minninga. Eða kvíða jafnvel bara fyrir því að vera í aðstæðum á jólunum sem eru bara ömurlegar. Því sumir upplifa það eiga ömurlega jól. Þetta verið veikindi, allskyns erfiðleikar og vandræði þannig að sumir eiga ekki gleði jól. En við höfum samt öll þessar væntingar að jólin gefi okkur eitthvað sérstakt, að við fáum að upplifa gleði og frið á jólunum. Því það er það sem jólin ganga út á, þau eru gleði og friðarhátíð. Og við tölum meira segja, á jólunum tölum við rosalega mikið heimsfrið og að allur heimurinn eigi að njóta friðar og kærleika. Því það er það sem við þráum allra helst. Og það þráðu líka Ísraelsmenn. Og þeir höfðu mjög miklar væntingar komu Messíasar. Þeir áttu von á því að Messías myndi birtast að koma fram. Þeir hefðu alist upp við það og fengið það með móðurmjólkinni alla þessa spádóma Messías. Einmitt eitt spádóminn sem ég las hérna áðan rótarkvistinn sem myndi spretta upp á stofni Ísæ og verða þessi mikli friðarkonungur sem myndi dæma alla með réttlæti og það sem myndi ríkja svo mikill friður og jafnvel ljónið og lambið getu búið saman. Hugsið ykkur. Þetta er svona útópía, þetta er svona lýsing á himnaríki. Og þessi spádómar voru æva gamlir. Og þeir höfðu miklar væntingar til þessa Messíasar. Og hirðarnir sem við heyrum í jólasögunum og vitringarnir sem við heyrum líka, þeir þekktu þessa spádóma. Hirðarnir höfðu alist upp við þá og vitringarnir þó þeir byggi í fjarlægu landi þá höfðu þeir rannsakað þessa spádóma. Og þegar stjarnan birtist, þá fóru þeir af stað út af þessum spádómum að það myndi fæðast konungur. Og að sjálfsögðu byrjuðu þeir á að leita konungum í höllinni. Hvar annars það leita maður að konungi, heldur í konungshöll. En þeir fundu hann ekki þar. Og hirðarnir sem voru í Haga, þeir upplifðu svona atburð eins og eiginlega Guðspjallið lýsir þar sem að tákn munu birtast á himni og þeir eru rosalega hræddir af því ég get ímyndað mér að þeir hafi haldið að þeirra síðasta stund væri komin. Og þeir
hafa örugglega haldið að nú væri heimsendir í nánd. Eins og Guðspjallið segir frá, eins og Jesús segir frá í Guðspjallinu. En svo hugreistir engillinn hann, segir verið óhræddir, ég boði ykkur mikinn fögnuð og yfir í dag frelsari fæddur sem Kristur Jesús, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Hugsið ykkur, þetta er alveg stórkostlegar fréttir. En svo gerist eitthvað sem að ég ímynda mér að sé svona augnablik sem kemur stundum fyrir í bíómyndum þegar að söguhetjan vaknar upp í vondan draum og áttar sig allt í einu á að hlutinir ekki eins og hún átti að vona. Það er svona eins og þegar maður tekur hérna nálina af plötunni og svona rífur hana tilbaka og kemur svona skrats og allt í einu svona hrekkur maður við og bara, hvað er að gerast? Af því að allt í einu segir engillinn þetta, hafið þetta til margs þið munu finna ungbarn reifa og liggjandi í jötu. Halló, jata. Þetta passar ekki við væntingahirðana Messías. Barn sem að fæðist í fjárhúsi og lagt í jötu, það bara passar ekki. Það passar ekki heldur við væntingavitningana. Þeir áttu vona á að finna Guð og konunginn í höllinni, ekki í fjárhúsi. En þeir ákveða, báðir þessir hópar ákveða að treysta Guði og fara af stað. Eða treysta þessum spádómum og þessum vitrunum sem þeir fengu og fara af stað. Og þeir fara og þeir finna þetta litla barn í jötunni. Ég held að þegar þeir krupu við jötuna, þar sem þetta litla barn lá, þá hafi þeir skynjað það að í þessu litla barni var að finna alla von og gleði mannkynsins. Og ég held að þeir hafa aldrei orðið samir eftir þessa reynslu. Himinn og jörð munu einhvern tíma líða undir lok og það mun verða heimsendir. Þetta er ekkert þægileg tilhugsun, en bæði Biblían og vísindin segja okkur það. Við vitum ekkert hvenær, kannski verður það á morgun, kannski eftir einhver ár eða 100 ár eða kannski bara ekki finna eftir milljónir ára. Við höfum ekki hugmynd það og muni það sem segir í Guðspjallinu að við þurfum ekki að vera hrædd. Þegar það gerist, þá eigum við að lyfta höfðum okkar og vera óttalaus. Því að lausn okkar er í nánd. En þangað til, þá mætir Guð okkur í þessu litla barni sem liggur í jötunni. Og alveg sama hverjar aðstæður þínar eru núna á aðventunni og á jólunum, alveg sama hverjar væntingar þínar eru, hvort þær eru gleðilegar eða hvort þær eru fullar af kvíða, þá býðst þér að krjúpa við jötu þessa litla barns og þiggja alla þá von og gleði sem að Guð vill gefa þér. Dýrð sé Guði sem mætir okkur í litlu barni. Amen.